Við höldum stundum bara að við séum með eitthvað ákveðnar skoðanir, en oftar en ekki erum við að dæma. Að leggja dóma á eitthvað er varnarkerfið okkar. Innri röddin sem setur merkimið á allt sem við sjáum og heyrum. Við erum með þessu að aðgreina okkur frá öðru og öðrum. Dómurinn þarf ekki alltaf að vera slæmur eins og þarna er fallegt tré eða þarna er ljótt tré. En það veldur samt aðgreiningu. Og verra er kannski þegar við förum að hengja merkimið á annað fólk. Hann er í ljótum fötum, hún er alltaf svona. Og hvað þá sjálf okkur? Ég er bara svona vitlaus. Við erum stanslaust að þessu, að aðgreina og dæma bæði hluti og fólk. En um leið og við erum búin að dæma, hættum við að sjá og sjálfur grípi ég mig við þetta oft á dag. En þá hættum maður að sjá manneskjuna því maður sér bara söguna sem við erum búin að búa til hana. En Jesús sagði dæmið ekki svo þau verðið ekki dæmt. Og þetta er ekki bara einhver einföld regla, heldur lykill að ákveðnu frelsi. Aðalega frá þessari rödd innra með okkur sem malar stanslaust. Því það sem þú dæmir, það festir þú og það sem þú festir, það heldur áfram að birtast í lífiðinu. Og dómar beinast ekki bara öðru fólki, heldur líka að okkur sjálfum. Og þegar dómurinn fer frá okkur, þá skulum við vera meðvituð og grípa hann eins og ör á lofti og brjóta hana og prófa kannski að vera forvitin í staðinn. Vertu skoðandi vitund og þegar við hættum að dæma, róast hugur og hjarta og við opnum fyrir meiri tengsl og nærveru og kærleikurinn fær að flæða óheftur á milli okkar og umhverfis okkur. Dómurinn lokar hjartanu en forvitnin opnar það.